Góðan daginn, ég heiti Davíð Ólafsson og að segja frá bókinni Mynd og hand 1939 til 1999. Þetta saga skólans sem gekk undir ýmsum nöfnum. Fyrst hét hann Handíðaskólinn, fyrstu 2 árin, síðan Handíða- og myndlistarskólinn og síðar Myndlista- og handíðaskóli Íslands. Við erum 2 höfundar, ég og Arndís S. Árnadóttir, en hún féll því miður frá stuttu áður en bókin kom út. Ýmsir komu að þessu, aðrir. Hjálmtýr Heiðdal sá myndaval og það setur mikinn svip á þessa sögu. Skólinn, eins og nafnið ber til kynna, var stofnaður sem handverksskóli fyrstu árin. Síðan þróast hann yfir í myndlistarskóla í gegnum tíðina og listhönnun. Þetta saga sem tengir svona uppbyggingu borgarsamfélags á Íslandi, uppbyggingu skólakerfisins og síðan líka einhverju leyti saga strauma í myndlist og listhönnun eða listiðn. Það komu náttúrulega fjöldamargir við sögu þessa skóla en það svona mikil áhersla lögð á frumkvöðlana. Lúðvík Guðmundsson stofnaði skólann 1939 og hann var mikið hjartans mál að koma þessari starfsemi á koppinn. Hann fær til starfa þýskan myndlistamann og skólamann sem hét Kurt Sier og hann hafði líka mikil áhrif á skólann á sínum tíma. Þetta bók fyrir alla sem eru áhuga á menningarsögu Íslands á 20. öld, fyrir fyrrverandi nemendur og fyrrverandi kennara. Þetta bók fyrir alla þá sem hafa áhuga á íslenskri menningarsögu 20. aldar. Takk fyrir.